Nú ætlum við að halda áfram með kaflanum reikning og við ætlum að skoða reikniaðgerðirnar 4 sem eru samlagning, frádráttur, margföldun og deiling. Ég er búinn að taka þessar aðgerðir fyrir áður í þessum spilunarlista. Þið getið bakka bara töluvert í annan kafla og fundið þar sér vídeo, eitt fyrir samlagning og annað fyrir frádrátt, þriðja fyrir margföldun og það fjórða fyrir deilingu. Og þess vegna ætlum ég að fara frekar hratt í þetta hérna. Setja upp og reikna. Hérna þegar við setjum upp samlagningu þá þurfum við að passa að komman sem er í raun hér, hún þarf að standast á. Síðan leggjum við saman 4 + 9, byrjum sem sagt aftast. Það er 13, þá skrifa ég 3 hér og geymi 1. Ég skrifa ekki 13 hérna niður því ég þarf að bæta tugnum sem kemur við það sem kemur hérna. 7 + 2 eru 9, pluss þessi 1 eru 10, geymi 1 tug, 2 + 1 eru 3, pluss þessi 1 eru 4 og svo þristurinn, 3403. Þegar ég dreg frá, þá er ég að draga neðri, hér þarf ég líka að láta komman að standast á eins og áðan. Ég er að draga neðri töluna frá þér efri og neðri talan er stærri en efri talan hérna fyrst, þannig að ég get ekki dregið 2 frá 1, þá enda ég í mínus. Og þess vegna þarf ég að taka til láns, þá breytist þetta í 8, en þá breytist þetta líka í 11, því ég fekk 1 tug lánaðan, þess vegna lækkaði þetta 1 og 11 - 2 eru 9, 8 - 2 eru 6, hérna þarf ég aftur að taka til láns, 18 - 9 eru 9 og þá standa 3 eftir, 3969. Hér eigum við að velja rétt merki og við eigum að setja þessi merki hérna inn í. Þessi merki þýða sem sagt, það í raun að það sem að bilið sem oddurinn bendir á, þar er minnitalan og opið er á stærri töluna. Við getum hugsað að bilið hérna á milli er meira hérna megin, þá er stærri talan hérna megin og bilið er minna hérna megin, þá er minnitalan hérna megin. Þetta þýðir svo bara í aftó. En við þurfum að reikna þetta fyrst. 2120 pluss 3000, við þurfum bara að setja þetta upp. 2120 pluss 3280, látum komurnar standast á, 0, 0, geymum 1, 4, geymum ekkert, þetta er 5400, 6230 mínus 730, 0, 0, hérna þurfum við að taka til láns, þetta verður 5 og 12, 5 og 5, 5500. Og hvor talan er stærri? Jú, það er aftari talan og þá kemur goggurinn svona, hann bendir á minnitöluna. Fyrir hvaða tölu stendur x, þá þarf ég að athuga hvað þarf ég að bæta við til þess að, ég ætla að bæta 4 við einhverja tölu og fá 30. Og þá hlýtur þessi tala að vera 4 minni en 30 er það ekki. Því að 26 pluss 4 er 30. Því ég bætti 4 við, þá hlýtur ég að byrja 4 minna heldur en 30. Hér er þetta aðeins flóknara. Hér þurfum við að taka þetta í 2 skrefum. Hérna sjáum við aftur x sinnum 5 pluss 4. Á þá ekki x sinnum 5 að vera 4 minna en hlýtur þá ekki að vera 50 er það ekki. Því við bætum 4 við þá förum við upp í 54. Og x sinnum 5, hvaða tala sinnum 5 er 50? Jú, það er 10. Sinnum 5 pluss 4 er 54. Þannig að x er 26 og x er 10. Getur verið erfitt að finna út úr þessu. Margföldun. Í margföldun látum við komurnar ekkert endilega standast á. Því að ef það eru komur, þá teljum við bara sæti fyrir aftan komu og höfum jafnmörg í hérna, fyrir marga staði fyrir aftan komu voru samtals í tölunum sem við lögðum saman. En 4 sinnum 9 eru 36, ég set 6 niðri og geymi 3, 4 sinnum 1 eru 4 pluss 3 eru 7, 76. Hérna 2 og 7 eru 14, geymi 1, 2 og 3 eru 6 pluss þessi 1 eru 7. Síðan hef ég bil, ég má skrifa 0 hérna eða bara hafa bil. Ef maður er
telur að þessi hætta á maður að gleymi sér, þá er betra að setja 0 bara. 1 sinni 7 eru 7 og 1 sinni 3 eru 3. Svo legg ég þetta saman. 0 plus 4 eru 4, 7 plus 7 eru 14 og 3 plus þessi eini sem ég gemdi eru 4, 444. Hérna er það gamla góða deilingin, þetta er stundum kallað skíðabrekkan. 3 gengur einu sinni upp í 4 og það eru 3. Svo dreg ég frá, 4 mínus 3 eru 1 og 7 dettur niður. 3 gengur 5 sinnum upp í 17, það eru 15. Svo dreg ég frá, 17 mínus 15 eru 2, þessi eini dettur niður, það eru 7, það er 21, engin afgangur, svarið er 157. Alveg eins ef ég er að gera með 12, tölu sem er tveggjastafa eða stærri heldur en fyrsta tala. 12 gengur ekki upp í 4, þá má ég skrifa 0 hérna eða bara fara yfir í næsta. Ég má sem sagt gera 0 hér, en ég má líka fara bara í næsta sæti. Og hvað gengur 12 oft upp í 42? Það er 3 svar. Það er 36, afgangurinn er 6, 0, 12 gengur hvað oft upp í 60? Það er 5 sinnum, engin afgangur, svarið er 35.